daginn, það mánudagur og ég verð að viðurkenna að það ekkert gífurlega spennandi veður úti. Það kalt úti. Ég hoppaði aðeins út í bílskúr áðan. Það fáránlega kalt úti og þetta veðrið. Þannig að loksins veturinn kominn en jólin eru búin, þannig að þá veit maður ekkert hafinn og snjó lengur. En Anhildur er á leiðinni heim, hún er búin í vinnunni. Klukkan að detta í 1. Ég að undirbúa mig í fyrstu ræktaræfingunum mína. En já, bara takk aðeinslega fyrir öll skilaboðin í seinasta bloggi. Ótrúlega ánægður, ég að peppast upp hérna. Sjáu þið þetta maður. Ég verð svona eftir 5 mánuði. Ég efast það, en maður verður að dreyma stórt. En já, ég var að fá áberandi mikið af spurningum varðandi þetta mataprógram. Ég skal útskýra fyrir ykkur á eftir hvar ég náði þetta, hvernig þetta virkar. Þetta kostar 1.400 krónur, sem ekki neitt. Þetta reyndar allt á ensku. Og já, þetta mjög þægilegt, Sjáu bíbí. Sjáu bíbíinn. Nei, aðra hann. Þessi er eitthvað lítill og ræfislegur eitthvað. En já, það sem ég búinn að vera að gera núna frá því að ég ákvað að byrja að ég að drekka 2 svona brúsa sem eru 4 lítrar. Það eru 2 lítrar í einum brúsa. Þið getið fengið svona brúsa í bætiefnabúlunni og ég man ekkert hvað þið kosta. Ég held að það kosti ekki neitt. En allavega, ég veit að eftir æfingu þá langar mig að fá mér prótein. Þannig að ég ætla að hjóla í þetta hérna og ég er rosalega ryðgari. Ég man ekki neitt. Ég man ekki hvað maður átt að setja mikið að skeiðum. Þannig að ég þarf að skoða leiðbeiningarnar. Ég ætla að fá mér aðeins að borða áður en ég fer á æfingu. Fá mér smá orku. Svo bara bíð ég spenntur eftir því að Anhildur komi. Já, þetta er listaverki sem við fengum í gær og þetta er geðveikt flott. Ég er ógeðslega ánægður með þetta. Ég man ekki stærðina eins og ég sagði í gær, en þetta er truflaðslega flott sko. Og þetta er timbur. Ég veit ekkert hvernig stelpan gerir þetta. Ef þið hafa áhuga á því að vita hver hún er, þá get ég látið upplýsingar hana einhvers staðar poppa eða þú veist. Bíddu, ég ætla að gera þetta aðeins öðruvísi. Látum upplýsingarna poppa hérna einhvers staðar. Hérna kemur einhverjar upplýsingar hana og já, ógeðslega flott og fáránlega snögg að þessu. Ef þið ætlaði að senda henni skilaboð núna, þá efast ég að hún svari ykkur alveg strax út að hún er upp á fæðingardeild, litla krútið. En já, ég ætla að hafa mig til á æfingu. Ég er mega peppaður, ég er ótrúlega spenntur. Ég er fáránlega spenntur, þetta verður gaman. Þetta er tilbúið. Það er að hugsa á hann þegar ég var að snýrast út í bílskúr. Hvað ég er geðveikt feginn að vera búinn að setja upp ljósin. Ég hafi gert það í gær, út af því að það var ekki svona veður í gær. Og ég held að þetta hafi verið góð ákvörðun hjá mér að nenna að stússast í þessu. Mjög ánægður með þetta, ég er ótrúlega feginn að þetta sé búið. Og það mér skilst að næstu daga ég bara að vera fáránlega kalt og bara að snjóa og vera á vesen. Þannig að veturinn er greinilega komin í janúar, þannig að við ættum að færa jólin yfir í janúar staðinn fyrir desember. Það held ég sko. Herru, já, ég ætla að halda áfram að hafa mig til. Ja, það er komið að þessu, ég er komin fyrir utan hress hérna í Hafnarfirði og nú byrjar fyrsta æfingin. Tjekkum á því hversu hrikalega lélegur formi ég er, en eftir þessu 5 mánuði verð ég ógeðslega flottur. Það er planið. En já, ég er komin inn í hress. Ég ætla að sýna ykkur svona snöggt hvernig staðurinn er. Hérna er einn af 2 sölum minni mig. Það lítur hann svona út. Og hérna er ótrúlega mikið af einhverjum tímum og einhverjum dóti.
Þetta hérna er líkamsræktarsalurinn sjálfur. Hérna eru þrektækin. Þetta er fullt af tækjum. Handlóðasvæði 1. Það er spinningssalurinn hjá þeim. Hrikalega stór. Hann er eiginlega alltaf smekkaður. En já. Hérna er þessi crossfit aðstæðan hjá þeim. Og hérna megin er sem sagt powerlifting fyrir þá sem vilja vera sterkir og stórir og flottir. Og þetta er sem sagt handlóðasvæði 2. Þannig að þau eru með 2 staði sem eru með handlóðum sem er mjög spennandi. Eins og núna er rosalega fáir, það er eiginlega bara enginn. Það var einn strákur í þjálfun. Hann er farinn. Þannig að eins og núna er ég einn og ef ég nenni ekki að hafa í eyrunum þá get ég tengt í þetta hérna tæki og þá get ég hlustað á í hátulunum hérna. Og þau eru bara ekkert að skipta sér því. Þetta er svona selling pointi fyrir mig, mér finnst það mjög töff. En ég ætla að taka ykkur æfingu núna. Audio Jungle. Búinn, komin heim og slaka á. Ég er í mjög lélegu formi. Já. Nei, ástin mín. Nei, ástin mín. Hérna nú fyrir að styttast í kvöldmatt. Anita er að búa til kjúklingasúpu. Á morgun þarf ég að fara upp í vinnu og þarf eitthvað aðeins að vesenast með bara rosa heiðarlegt svar. Ég þarf eiginlega að vita hvort ég sé ennþá í vinnu eða ekki út af ég ætla að taka út vörur í dag. Ég ætla að panta vörur en ég get það ekki út af ég er ekki lengur tekið kerfinu. Þannig að það er spurning hvort að ég þurfi að leita mér annarri vinnu eftir fæðingarorlof. Það kemur í ljós, ég læt ykkur vita á morgun. Kannski er þetta bara eitthvað misskilningur, veit það ekki. Já, þannig að það er spennandi. Spennandi að fá að vita það, hvernig það allt fer. Aðalega ég ætla að reyna að ná mér í kjöt. Í mataprógramminu mínu þarf ég að borða kjöt í hádeginu og kvöldin og kjúkling aðra daga og kjöt aðra daga og svo fiskur líka. Þannig að kjötið upp í vinnu er aðeins ódýrara en að kaupa það í einhverjum annar staðar. En ég ætla að bara tjekka því og svo kom bara að ljósa. Ég get ekki pantað, sem er glatað út af því ég hef eftir að panta kjöt. Ég hef eftir að panta ljós, hérna heima. Já, það er svona að skoða þetta.
Já, eins mikið og ég nenni ekki að standa í þessu að vakna eldsnemma í fyrramáli til að fara með Anitu í vinnuna, taka bílinn og vesennast í þessu og svo hún búin að vinna 4 en strákarnir búin í leikskólanum 4. Þannig að þetta verður svona smá vesen en ég þarf allavega að gera þetta. Já, ég tek ykkur með forvitnast. Förum að forvitnast hvernig þetta fer, hvernig þetta endar og hvernig hvað gerist. Hvað segirðu? Koma. Þetta bara Lúlla? Nei, ekki Lúlla. Hver búinn að kúka? Ég. Erst þú búinn að kúka? Nei. Það ljúga? Nei. Ef Baltasar kúkar þá var hann að kúka klostið eða ekki? Nei. Já, þetta eðlilegt barn. En já, það er spurning hvað allt í lagi Baltasar? Já, það er spurning hvað gerist eftir daginn á morgun. Já. Rugga. Já, getur ekki. Já. Já, kom og borða matinn. Já. Já, krakkarnir eru löngu farnir að sofa. Anita og Anna eru farin að sofa. Ég ætla að fara að sofa núna, þannig ég ætla að enda daginn núna. Þannig að ég segi bara takk æðislega fyrir áhorfið. Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Takk fyrir mig. Bye bye.